Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Þá erum við komin í bókmenntir en hann Elí Freysson, rithöfundur, er komin til mín og hann er þessa mundir að safna fyrir útgáfu næstu bókar sinnar Feigðarflótta. Velkomin Elí. Takk. Takk fyrir að koma. Segðu mér aðeins frá bókinniðinni. Sko, það sem ég eftir að minna sögutræðinum. Já, svona já, sögutræðinum kannski aðeins. Þetta heitir kallað fantasía, eða svona góður íslensku það furðusaga. Furðusaga, ok. Og þetta, ég er að byggja þetta á víkingatímanum og svona þeim heimi sem við þekkjum úr hérna, goðafræði og svona íslenskum þjóðsögum. Þetta er svona að það gerist í að svona segjum skáldar útgáfa af Noregi á miðöldum á víkingatímanum, nema að þarna eru tröll og seiðkonur og galdrar og huldufólk og allt þetta alvöru. Og það fjallar tvö uppgáfin systkini sem er að hörðum flótta undan óvinum og þurfa að flýjast yfir land og skóga og fjöll og sigla og eiga bæði við mennskáfinni með sverð og spjót og svo líka yfirnáttúruleg öfl. Já, og í rauninni þegar bókin byrjar þá eru þau bara strax komin á flótta. Já, byrjar á því að ráðast á bæ sem þau sofa í. Já, og kemur svo kannski flettar inn í þetta söguna af því af hverju þau eru eld. Já, ég er alltaf fyrir að hafa sögur hraðan og svona alltaf eitthvað að ske. Já, þannig að þú kannski hoppar svolítið aftur og baki tíma og eða hvernig? Já, bara svona vinna inn í svona samræði fólks hvað er á bakið. Já, hvað gerist, akkurat. En þetta er ekki fyrsta bókin þín? Nei, sko, á milli árina 2011 og 2015 gaf ég út 5 furðusögur hérna í Íslandi. Það var Meistarinn með blindu, Ógnarmáni, Kallið, Kistan og Eldmáni. Og síðan eftir það fór ég að pröfa að skrifa ensku. Þess að ég þýddi 3 bækurnar yfir ensku, gaf út á Amazon rafrænt sjálfur. Já. Skrifa síðan fjórleik sem var alltaf á vísnarskáldskapur og gaf út líka rafrænt. Og ég er núna að reyna að komast í hefðbundna útgáfu erlendis og líka útgáfu í Evrópu. En svona í millitíðinni langar mig að gefa út 1 verk í viðbót á hérna í Íslandi. Já, og það er okkur það sem þú ert núna að safna fyrir á Karolínufund. Já. Og hvernig gengur? Já, ég kom með þegar því sem það þarf til. Já, og það er einhvern tímann í ágúst sem að tíminn rennur út. Jú, það er í byrjun ágúst, þannig að já, endilega þeir sem að vilja sjá bókina eina verða að veruleika. Já. Að kíkja á Karolínufund, Feigðarflótti. Já. Og styrkja þig. Já. En segðu mér þess, hvernig leitastu út í svona furðusögur, eins og kallar þær? Já, ég hef bara alltaf verið fyrir skáldskap og svona aðra heima. Já. Og svona furðusögur og vísnarskáldskap, þetta er þeir gera sem að maður getur skapa hvað sem er. Þetta er einu af þessum hugmyndaflug fara algjörlega lausan tauminn. Já, enga takmarkanir. Já, við getum búið til, þú veist, geimskip á stærð við tunglið eða skrimsli eða galdra eða bara gjörsamlega hvað sem er. Oft heyrir maður samt sko að listamenn þykir gott að vinna innan einhverja ramma, en þú ert ekki þannig. Þú vilt bara geta farið víðan völl. Já, eiginlega. Og hvernig er það þegar þú skrifar? Þú veist, ertu búin að setja niður svona einhverja tímalínu, hvað er að fara að gerast, eða byrjarðu bara og svo kemur þetta bara upp með þér? Sko, allar mínar sögur byrja með einhver einni hugmynd. Eitthvað eitt lítið. Þetta er einn karakter og segjum til dæmis sem mig langar að skrifa þú veist, riddara berð við dreka, ein hugmynd. Þá fer ég að skálda í kringu það, ok, hvaðan kemur sér riddari, hvaðan kemur sér dreki, þú veist, eru drekar algengir, er mikið það riddara berð við dreka, þú veist, og hvar og hvað er kringum þetta og í hvernig landi eru þeir. Og það er svona, eins og þegar maður kastar steinvölu í vatn og svo svona dreifist úr bylgjum og bætist við eins og snjóbolti sem ennum niður. Bara svona það sem að stóðkerfi sem þarf í kring bara verður til lagt aftur og þannig svona býr til söguþráðinn svona í grófum dráttum og síðan byrja að skrifa. Ok, og eru einhverjar svona reglur í þessum heimi? Þú veist, er eitthvað svona, þú veist, að því nú er þetta oft sömu típurnar af karakterum. Það er kannski einmitt svona seiðkona eða það er einhvers konar dreki, riddari, eitthvað svona. Þú veist, eru einhverjar svona reglur í þessum heimi? Þú veist, er einhverjar takmarkanir? Já, maður þarf að hafa einhverjar reglur inn í heiminum. Já. Bara svona að hafa ramma til að vinna innan, eins og til dæmis ef maður ákveður að galdrar séu til, þá þarf maður, þú veist, ákveða hvað galdrar geta svo þeir bara leysa ekki öll vandamál. Já, akkurat. Þú getur ekki bara sagt ég ætla að fá 1000 óskir. Já. Ok. Og hefur einhvern tíma skrifað einhvern veginn öðruvísi texta? Eða hefur þetta alltaf verið svona?
Þetta meina eitthvað annað en sci-fi og hérna? Já, eða þú veist. Nei, ég hef alltaf verið í þessu. Já. Þetta það sem kallar á mig og ég er að skrifa ástríðu. Já. Þú veist, ef ég var að þessu til þess að bara skaffa fé þá var ég sennilega að skrifa ástarsögur. Já. En nei. Einmitt. En ekki stundum eitthvað smá rómans í bókunum þínum? Það er eitthvað minna. Það er svona... Já. Ég bara finnst ég ekki góður að skrifa það. Nei, ég skil. En svona ég var aðeins brytið á það hér og þar. Já, það þarf kannski að vera svona pínulítið með. Já. Eða, ég veit það ekki svo. En hérna, ertu þá mikið í því að lesa svona svipaða típu af bókum sem aðrir skrifa? Já. Þetta er mínu gerar, svona fyrst og fremst. Og alveg síðan þú varst ungur bara? Já. Þannig að þú sækir þá kannski svolítið innblástur í einhverja aðra rithöfunda eða hvaðan kemur þetta? Fólk spyrir mig oft innblástur og ég hef aldrei gott svar. Þetta bara kemur öllum áttum eins og þetta. Byrjar alltaf með einni lítli hugmynd og það getur kviknað fyrir sem er. Ég get verið að hlusta á lag eða horfa á mynd eða bara láta hugan reika. Svona ég eyði miklu tíma bara inn í eigin haus að svona pæla. Og þar býrðu til þessar persónur? Já. Sérðu einhvern tímann eitthvað fólkinu sem þú þekkir, þú veist, í kringum því, sérðu eitthvað af því í þínum karakterum eða hefur það einhvern tímann komið einhvern veginn á óvart eða? Nei, ég get ekki sagt það. Þetta er bara... Karakterinir eru eins og hugmyndar á sögum. Það byrja með einhverjum svona einu litlu og síðan svona hlæðist utan á. Ég byggja aldrei á neinum ákveðnum. Nei, einmitt. En svo þegar þú ert búin með þessa bók sem vonandi þú færið nógan pening til þess að í rauninni gefa út, hvað er svo næsta verkefni? Sko, ef það gengur vel, þá mun ég sennilega skrifa framhald á næsta ári. Já, af þessari sögu? Já, af því að þessi saga verður sjálfstæð, en svona mun skil eftir pláss til þess að gera meira með þessa persónu þennan heim ef að landinn sýnir þess áhuga. Já, en hún endar samt í rauninni ekki endilega? Er svona eins og þegar maður fyrir bíó og endurinn er svona pínu tvíræður eða? Já, sko, ég ætla ekki að enda á því einhver karakter hangir af kletti eða þú veist, eitthvað slags. Það er ekki mjög áberandi? Nei, þetta er bara þannig að þú veist, fólki getur lent í frekar ævintýrum. Ég skil. Herru, þetta er mjög spennandi og ég vona að þetta gangi upp hjá þér og bara hvetjum alla sem að hafa áhuga til þess að kíkja inn á Karolínufund og finna feigðarflótta. Já, það er maður sniðugt að finna hann inn á. Algjörlega. Herru, takk kærlega fyrir að koma, Elí, og gangið vel með þetta. Takk.